Við erum velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Nýlega þá lásum við grein sem birtist í Fréttablaðinu fjarverandi feður og við ætlum að ræða þetta málefni og svona stærra samhengið og einstæða foreldra, stöðu þeirra og hér hjá okkur í dag eru þær Valgerður Halldórsdóttir og Dagný Rut Haraldsdóttir. Og við ætlum aðeins að ræða þetta bara svona í víðu samhengi og félagslega og bara já, hvað við getum gert og hvernig samfélagið getur verið betra fyrir börn. Og við erum hér, Sanna og Dani, í sitthvoru rýminu en saman hérna í gegnum Zoom-ið. Kannski að við byrjum aðeins á þér, Dagný. Þú hefur starfað hjá félagi einstæðra foreldra. Hvað Hér voru svona helstu störfin þar sem þú varst að? Já, ég starfaði sem lögfræðingur hjá félagi einstæðra foreldra í 3 ár. Og störfin voru svona, þau voru alls konar. Þau voru svona, ég bjóst kannski við, ég veit ekki við hverju ég bjóst, en þau urðu miklu fjölbreyttari en mig orðaði fyrir. Ég starfaði reyndar á sama tíma sem sáttasemjari hjá félaginu, þannig ég sá líka þau mál. En svona sem lögfræðingur þá var ég að fá, skiptingin var pínu þannig að til mín voru að koma feður sem að vildu einmitt kannski meiri tíma með börnunum eða vildu endurskoða umgengnissamning eða eitthvað þannig. Og konurnar leituðu í ríkari mæli til félagsráðgjafa varðandi bara það einstæðar mæður sem vantaði úrræði bara fjárhagsleg og hinn ýmsa stuðning. Þannig að þetta var svona það sem við vorum að sinna svona helst. Og þá náttúrulega kemur félagsráðgjafinn sterkt inn í þetta og þú Valgerður, þú hefur svona reynslu af því mikla. Já, ég hef nú verið einhver foreldri líka einhvern tímann og ég sem sagt var til félagi einstæðra foreldra. Ég stofnaði félag stjúpfjölskyldna og var formað þeirra árið 2005 minnir mig. Og svo starfaði ég hjá sýslumanni í sáttameðferð og málefnum barna og svo ég með stjúptengsl, þannig ég með nokkra hatta. En já, auðvitað koma þessi málefni inn á okkar borð á öllum stöðum í raun og veru. En kannski svolítið á ólíkan máta. En grunnhugmyndin auðvitað alltaf barnið í fókus. Hvernig getum við þétt bakland barna og þau nota það stuðning sem við eiga geta mögulega fengið bæði frá samfélaginu og líka sinni fjölskyldu. Og það sýnir til dæmis að ef börn eru í góðum tengslum við báða foreldra sína, þau njóta meiri stuðnings, til dæmis fjárhagslegs stuðnings. Og þannig að það kannski stundum þá maður að hugleiða hvernig getum við tengsl barna við þá fjarverandi foreldri til að styrkja bakland barna og svo mögulega bakland þeirra foreldra þegar þeirra orðin aldraðir. Þetta nú hringrás. Skemmtilegt að þú skyldir nefnilega nefna það, því að þegar ég starfaði þarna, ég skipti starf 2018 og fer ég alveg yfir í sáttameðlun, en það voru einmitt rannsóknir sem sýndu fram á það, norrænar rannsóknir að þó að foreldrar væru ekki sambúð, að ef þeir voru í góðum tengslum, að þau börn komu í rauninni eins út og börn sem bjuggu með 2 foreldrum. Þá erum við að tala í skóla og félagslega og fjárhagslega og allt slíkt. Þannig að þegar foreldrar runnu saman, þó að vera sitt í heimilinu, að þau börn komust sterkari út í kerfið aftur. Og svo má kannski bæta við þetta líka, þegar þú komið að vera einhleypt foreldri yfirleitt tímabundin staða. Flestir fara inn í samfélag og flestir mjög fljótlega. En svo þegar kemur til þess að fjárhagslegu stuðningi, að þá ef að barn telst búa á heimilinu, þá á ég bæði með föður og mögulega stjúpmóður eða stjúpföður og móður, eða barn telst búa á heimilinu og verður hluti af fjölskyldunni, þá fær þau frekar stuðning heldur en ekki. Frá bæði stjúpforeldri og foreldri. Þannig að það er til að þétta þetta bakland, það er alveg gríðarlega mikilvægt, upp á bara alla framtíðina, þau eru ekki alltaf smábörn. Við sjáum bara við þessi félagslega kerfinu
að mikið af ungu fólki sem eignast börn, til dæmis, það hefur ekki barn. Það bara, fólk eitthvað stað brannstað, sko. Þannig að þetta líka, þetta ekki bara út smábarn, þetta líka út þar til lífið. Þannig að þetta alveg ósynlega mikið. Svona, já, þannig, þú ert með 2 börn. Hvernig, nú á ég ekki börn, þannig ég get kannski ekki talað svona barna, ég get kannski talað mína reynslu sem barn þess foreldri. Þannig, hvað finnst þér svona, hvernig blasir þetta við þér, svona þessi umræða? Já, mér finnst rosalega gaman að heyra það sem að Dagný segir, það sem að ég og barnsmóðir minn erum fráskilin, en erum í miklu og góðu samstarfi með barnauppeldi, þannig að það gott að heyra að börnin mín eigi saman sem sonur. En ég veit það ekki, ég sko, út frá mér þá það var svona helsta sem ég hef verið að velta fyrir mig núna upp á síðkasti varðandi börnin mín, það þetta lögheimilis foreldris dæmi allt saman, sko. Og núna búa börnin mín 50% hjá mér og 50% hjá móður sinni. En hún fær allt sem það heitir stuðning og annað, sko, og mér finnst það einmitt svolítið sérstætt. Hafið þið eitthvað skoðað, þú veist, þetta lögheimilisforeldra kerfi? Og ég veit að þetta svolítið út fyrir yfirlýst efni þáttarins, en þetta svona það sem brennir á mér þessi dagana. Já, við getum ábyggilega báðalagt eitthvað til þarna málum. Mér dettur helst í huga að við höfum verið að binda mjög mikinn stuðning við foreldra út frá lögheimili. Og auðvitað fær þá barnsmóð þín barnabætur mögulega ef hún hefur lágar tekjur, en ef hefur ekki lágar tekjur þá fær hún hvort ekki þennan stuðning, skiljið. Og þetta svo flókið að breyta þessar og alltaf fara að búta eitthvað lögheimili sem bara gengur yfir alla breytingar. Þetta snertir svo mörg málefni hér á landi, ekki bara börn sem hefur foreldrar á 2 heimilum. Ég sé nú einhvern veginn þannig miklu einfaldur útgáfa af þessu. Ef að foreldrar gerðu staðfestan samning af sýslumanni til að mynda, það sem kæmi fram að börn væri viku og viku, eða 50, 60, 40 eitthvað, að það væri hægt að leggja slíkan samning inn hjá sýslumanni og rukka bara meðlag og bætur eftir því. Ef ég til þessi verktæki og vinn einhverja vinnu og ég gleymi að telja það fram, þá er það alveg haft upp á mér, sko. Og þannig ég svona sæi fyrir mér aðra leið út úr þessu, væri hreinlega bara staðfestir umgengnissamningar, að það þýddi það að það væri greitt meðlag samkvæmt þeim. En auðvitað vitum við náttúrulega líka að það alls kyns breytir sem koma þar inn. Það verið að tvinga einhvern til að gera umgengnissamning, það ofbeldismál og það margt annað. Þannig þetta ekkert einfalt. En ég skil fullkomlega óánægju foreldra sem eru með börnin sín viku og viku og það litið svo að sé bara börnin eigi eitt heimili. Já, þetta kom alltaf mikið inn á borð til okkar og þetta rosalega erfitt, eins og Valgerður segir, þetta rosalega erfitt viðfangsefni af því að þetta tengist svo ótrúlega mörgu út í allt kerfið. Það sem að þetta verður rosalega mikið bitbein, sko, af því að bæði mitt fylgja, sko, meðlagsgreiðslur fara til lögheimilisforeldris og þú semur þeir ekki frá meðlagsgreiðslum þannig að það verður oft rosa mikið strögl og svo náttúrulega lögheimilisforeldrið þeirra, sko, helmingsforsjá að það hefur alltaf úrslitavaldið í þessum stærstu ákvörðunum, þannig að en þetta er bara ótrúlega flókið mál, þú veist, og það rosa auðvelt að segja bara, þú veist, bara 2-falt lögheimili og þú veist, allir góðir, en það bara, þetta svo miklu flóknar og það þarf að skoða þetta á svo mörgum levelum, íslensk orðið fyrir það, en eins og Valgerður segir, þú veist, að einmitt, ef það var þetta einhvers konar samningur, af því auðvitað líka ósanngjarnt, sko, þú veist, ég var með foreldra sem var að deila öllu jafnt og fjárhagslega og tímalega og allt þetta, en alltaf, þú veist, fylgir þessa greiðslu, sko, lögheimilinu, þannig að þetta ennþá það sem að sker á milli, en Jú, jafnvel þá heitt foreldri, sko, lögheimilisforeldri hafi bara fína tekjur og fengi hvort þau enga barnabætur, en þá fengi heitt foreldri sem ég gjarnan þyrfti að þeim að halda. Það fær það ekki heldur. Þannig að börnin njóta í sjálfu sér ekki þessa mögulegu stuðning sem þau geta fengið alltaf hreint frá kerfinu. En ég held einhvern veginn að talandi og þetta náttúrulega eins og segir, þetta snertir þetta málefni, þetta lögheimilismál, bara mjög skiljanlega. En svo getur maður líka sagt og maður veita að það sem eru góð samskipti á milli foreldra og þeir eru til staðar, þá
þá alltaf þessi umræða kannski lögheimili og foss og ekkert upp á borðinu. En svo getur hitt litla krakka sem eru bara minni lögfræðingar af þess að vera að setja þau inn í alla mögulega ómögulega hluti. Þannig ég alveg sammála það að það þarf að styrkja þetta formulega kerfi. Ég samt sem að líka jafnframt talsmaður þess að ég hef unnið líka innan félagsþjónustunnar þegar einhver kemur og ég ekki að dæma alla, bara ég ætla að hafa fyrirvara, ég ætla samt að segja það sem ég að segja. Þú kemur og sækir stuðning fyrir fatnaða barnið og það bara skoðað og allt í lagi, en þá spyrir maður byrja á pabbi, á barnið föður eða aðra móður til að mynda, það getur verið bæði samkynhneigð foreldra. Já, hann vill nú ekki gera neitt og það kemur jafnvel einhver svona fullyrðing. Hann gerir aldrei neitt og vill ekki gera neitt. Og ég segi, má ég heyri í honum? Ef maður heyri í honum? Skiljið, og þá fer maður bara kannski að vinna þannig byrju að því sko einhver svona, að því ég fúl og þannig jafnvel einhver pabbi út í bæ sem vill taka þátt, en honum ekki boðið upp í dansinn, skiljið. Ég ekki að segja þetta sé alltaf, stundum engir bakvið þarna, en þegar það til staðar, það eigum við að vinna þegar byggja það. Það mín persónulega skoðun. Það var það sem sko ég á sem ég betur fyrir mjög góðum samskiptum við barnsmóður mína og við erum alveg saman í þessu, en það sem sló mig fyrst, sko, ég veit ekki af hverju það hafði svo mikið áhrif á mig því ég var að reyna að skrá barnið mitt í íþróttir. Já. Og gat það ekki. Og ég veit að þetta með við vandamál marga annarra það sem ég að díla við bara eitthvað tilíkaskítu, sko, en þetta var samt svona, mér leið svona eins og ég væri ekki alveg jafn mikið foreldrið og hitt, sko. Þetta alveg rétt. Óþægilegt. Já, þetta einmitt kom oft upp, bara nákvæmlega þetta, að þeim líður og bara varðandi læknistíma og allt þetta. Þannig sérstaklega ef umgengnin jöfn eða tiltölulega jöfn, að þá þarftu einmitt að taka á þessum málum, þarftu að skrá í frístund eða tómstundir eða læknistíma eða hvað sem það og þá alltaf að hringja í hitt foreldri til þess að fá leyfi. Þetta náttúrulega, það ekkert eðlilegt við það. Það svolítið þannig að löggjafinn fór kannski pínu fram úr sér, ég meina hann ákvað þarna ákveðnum hluti, en kerfið fylgir ekkert á eftir. Það vantar rosalega mikið til þess að þetta geti orðið raunverulegt. Já, mér detti nú bara í hug, sko, það alveg að fá vottur hjá Þjóðskrá forsjá, þegar þeir forsjá barna. Ég meina ef það væri bara svona gegnum gangandi kort sem væri bara forsjákort eða eitthvað, skilur við erum með sameiginlega forsjá, ég get fengið, að maður þurfi ekki alltaf að reka sig á í kerfinu. Af því að kerfið náttúrulega hindrar okkur í þessu og þetta lýsi. Ég tel nú líka stundum stjúpblindu samfélagsins, sko, það ekki gert ráð fyrir því að börnin stjúpforeldrar eða börnin 2 heimili til að mynda. Og það engin flokkur, og ég búin að reyna að tala við nokkra stjórnmálamenn og ég fari sjálf í framboð, sem að móta stefnu í málefnum barna með 2 heimili. Engin einasti flokkur. Og að hver og einn þurfi að reka sig á í kerfinu, þetta alltaf ekki boðlegt. Það bara þannig og til dæmis ef að foreldrar eru í ágreiningi að það sé bara háð einhverju kennara sem bara velviljaður að hafa 2 foreldrafundi, það ekki stefnu í skólanum til dæmis. Það á ekki að bitna á barninu að þurfa að eiga við þetta, en svo held ég að sé mér sko tvíþætt. Það eru sko þessi börn sem að hafa í rauninni þá foreldrar sem að eru í góðum samskiptum og það gengur vel, en svo líka foreldrar sem að börn sem að alast upp í einstæðum foreldrum og hafa ekki þetta svona stuðningsnet og þetta félagslega tengslanet og fjárhagslegan stuðning og ég meina ég hef alltaf bara litið þannig á það að ég bara ólst svona upp hjá einstæðri móður og hjá mömmu minni og það var fjölskyldan mín. Ég var ekkert þannig að já, ég bara hjá mömmu minni og það vantar eitthvað. Ég sá það ekki þannig. En stundum kom alveg svona einmitt augnablik þar sem maður hugsar, já, við erum fátækar, það út af þessu eða það út af því að okkur vantar pening? Og því það verður að gera ráð fyrir því að stuðningurinn er að koma annars staðar frá. Mér finnst þetta svo góða punktur vegna þess að við erum líka, við skoðum bara lífið frá vagga til grafar, að við erum að móta stefnu í málefnum aldraða, ég veit það hinn endinn, en það er gert ráð fyrir að fjölskyldan grípi meira inn í sem stuðningsaðili. Og það er stór hluti aldraða sem áenga, hafa misst tengsl við börnin sín, uppkomin börn, og það er enginn til að styðja það.
Og þá hugsa maður sko, hvernig kerfið að móta stefnu, hvar gert ráð fyrir að fjölskyldan styðji, hvað gert ráð fyrir að kerfið taki við. Þannig að við þurfum einhvern veginn að pæla í þessu samfélagi, hvort sem það ungbörn, eða fullorðið eða gamalmenn eða hvernig svo sem það að við séum að tryggja bakland fólks. Alveg svo þú ert að lýsa, mamma var mín fjölskylda, en hver greið þig þegar á þurfti að halda? Það ekkert, þú veist, það einhvern veginn svona, já, þú veist, það ekkert kerfi, eða það ekki sem til staðar ef síðan mamma bara að fara slúðaflæði. Ef að mamma þarf bara kannski að hitta vinkonu sínar eða eitthvað, þú veist. Og eins og Valgerður kom inn á, að þetta náttúrulega hópur líka sem svo breytilegur. Þú veist, þú ert einstætt foreldri og mögulega ekkert alltaf, mögulega ertu, þú veist, ég held að kannski 1, 2, 3 ár, skilurðu, og svo kannski fara í annað samband eða eitthvað slíkt. En ég meina segjum bara, það myndast kannski heldur aldrei þessi sko þrýstihópur til þess að gera eitthvað. Þú veist, það myndi einhvers konar samtök að líka sem einstætt foreldri, að hvaða tíma ætlar þú að finna þetta þess til þess að standa í því. Þú veist, þú ert bara fullu í vinnu og með börnin, þú veist, þú ert í 180% vinnu og þú finnur þér ekki tíma þá til þess og kraft til þess að fara að framkvæma einhverja svona, einhverja baráttu eða hreyfingu. Þannig að það svo erfitt að finna kraftinn þar. Þannig að mér, þú veist, einmitt og eins og Valgerður segir, það þyrfti, hver með það á stefnuskránni sinni að taka utan á þennan hóp sem virkilega þarf að því að halda og börnin þeirra. Það þrautsegir þessu sem bankar. Já, en það kannski, já, það þessi þrautsegir, en sko ég get nú sagt ykkur það, ég bjó nú á stúdendagóli sem einhver kona með barn og okkur var öllu raðað á svona sama gangi, veit ekki hvort það var eitthvað svona, því við bara talað ógnun, ég veit ekki, eða hvort þetta var praktískt. En maður fann samt sko styrkin í því að vera umgangast aðra þessi spormamma sjálfur, upp á bara að hjálpa stað. Og það var alveg rosalega gott að geta opnað hurðina og einhver hlusta til barninu með maður gerði eitthvað annað, skiljið. En það sem að rekur svo á, og ég sé bara þetta, að allar fjölskyldur, alveg sama einhleypa fjölskyldur eða stjúpfjölskyldur sem hafa ekki bakland, þær eru miklu viðkvæmar öllu leyti. Það bara þannig. Það ágreiningur í fjölskyldu og það sem kemur upp á, það svo mikilvægt að hafa þetta bakland. Spurningar þurfum að bara búa þetta til, það ættingjalegu eða ég veit það ekki. Nei, sko ég sé alltaf fyrir mér einhvers konar þverfaglegt svona eitthvað batter sem að þú veist, ég meina í, þú veist, Evrópu, ég meina þetta rosa fín skýrsla frá Evrópusambandinu það sem að úrræði í hverju ríki eða hverju landi fyrir sig svona rakið og það, þú veist, það mér þekkist að búa til svona félög, þú veist, einstæð foreldrar þar sem að þau í rauninni bara styrkja hvert annað og búa til í rauninni bara svona stærri fjölskyldu. Af því að þetta smitar svo út frá sér og ég ætla að tala bara einstæðar mæður, þú veist, auðvitað einstæðar feður líka. Ég sá með tölur frá Hagstofunni 2020 í janúar eru yfir 1400 einstæðar feður og meðan það eru 11.000 einstæðar mæður. Þannig að þeir eru auðvitað til en ég ætla bara að leyfa mér að tala í meirihluta að einstæðar mæður í þessu tilvikum að segjum að 50% af séu ekki áfengi. Nú er ég búið til tölur, ég veit ekkert hversu margar eru í sambandi og börnin eru í samskiptum við föður sinn, vonandi í meirihluta, en það eru þarna einhverjir sem eru ekki í samskiptum við hitt foreldrið. Það gerist, þó þessi lítið talað um það, og þessi grein sýndi fram á það er bara þónokkuð um það í þessu tilviki, feður séu ekki taka þátt í lífi barnanna, að þarna erum við þá með hóp mæðra sem að hafa takmarkaðan, þær vinna kannski ekki, geta ekki unnið, þær hafa ekki einhvern til þess að taka á móti sér, að það standa oft og tíðan bara einar, eða þurfa að stóla á foreldra sína, eða systkini, eða eitthvað slíkt. En það þarf eitthvað stærra að grípa þarna inn í, þegar feður eða hitt foreldri algjörlega fjarverandi. Já, við gerðum könnun, hjá sýslumanni, við ákveðum að skoða ákveðin tímabil viðtöl við börn og hvernig börn skilgreina fjölskyldur og hvað þau segja og svona. Og það kom í ljós að 10% barna voru í engri umgengni. 10%, já. Svo gerði nú, það var reynda nefndaverkefni í háskólanum, við gerum svona hvað umgengnisfyrirkomulega algengast og svona, varum að þróa nýja breytur.
Og þar kom líka 10%. Ég ekki með þessa tölu alveg, en ef að þetta er alltaf 2 vísbendingar það að 10% barna eru í engri umgengni og þetta þarf að rannsaka þetta betur. Og þannig ef að svo þá var hún þess að af hverju, skiljið þið? Og það er ýmsar ástæður, en sko það sem það sem ég myndi líka breyta svolítið orðræðum, það er þetta, þú veist, einhleypir foreldrar, sko, það er náttúrulega stór hluti einhleypra foreldra eru í sambandi, skiljið, það er bara þannig, óskráðum sambúðum og það er bara ástæða fyrir því. Og við vorum til þess að skoða mál, til þess að sýslumanni sem vorum að bara börnin, hvernig þeirra fjölskyldur. Stærsti hluti mál eru börn sem eru skilgreind sem einhleypir foreldrar eru í stjúpfjölskyldum og áttum okkur á því. Þá erum við ekki að segja þessi sko endilega skráð þegar lögheimilisforeldrar í stjúpfjölskyld. Það er að segja, það er pabbi mögulega með nýja makka og svo mamma einhleyp eða öfugt eða bæði. Þannig að við erum, sko skráningarkerfið okkar er rosalega ruglað og svo þegar það var að veita móta einhverja stefnu í málaflokknum eða gera eitthvað, að þá erum alltaf að skoða einhverja heildartölu, 11.000 manns. Þetta er ekkert einsleitur hópur endilega. Og við erum yfir höfuð ekkert að gera við tölfræðina. Þú veist, horfum bara á vanda barna hjá barnaverndarstofu, hjá stuðnum og börn sem og miklu vanda. Þetta er stærsti hluti börn, einhleypra foreldra skráð. Hvað erum við að gera til að vinna að þeim vanda en að safna tölfræðinni? Skiljið, af hverju förum við ekki markvissa stefnumótun sem segir, koma, þetta er sama tölur ár eftir ár og hvað, bara fín tölfræði, flott, unnið í SPSS eða þetta. Sko við þurfum að segja mótun stefnu og koma mótsveina þennan hóp barna. Ég verði með tekið eftir athugasemdum sko þegar við erum að tala með einstæða foreldra og maður er velta fyrir sér þörfa og einmitt svona hagsmunabaráttu og þá já, er ekki flestir foreldrar einstæðir í dag, en það er einmitt munur á að vera sko einhleyp, eða þú ert einstæður, bara virkilega þú ert bara eina foreldri sem ert að sjá þetta, eða þú hefur einhvern, þú veist, ef þú hefur maka sem getur hjálpað, sem er ekki endilega hitt foreldri, en þú ert í þessu með eins og þú ert að segja, og þú veist, þetta er svo mikið munur, sko, hvort þú ert bara einmitt með eina tekjur, eða jafnvel skertatekjur, halvatekjur, því þú ert í hlutastarfi, því að hitt foreldrið eða stjúpforeldrið er ekki með þér í þessu. Þannig að, þú veist, ég held einhvern veginn að ef maður myndi bara, það er alveg rannsóknir að sýna það að börn sem eða fósturforeldrar eða foreldrar á tveimur heimilum, þau eru líklegri til að upplifa sig minna mikilvæg, skiljið þið. Og hvernig get ég fengið þau skilaboð að ég minna mikilvæg? Jú, það er kannski ekki sóst eftir mér. Eða mér sýndur áhugi eða skilningur eða bara fokkið, ég fæ mér bara smókað. Ég er bara stutt útgáfan af þessu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að aðstofa foreldra til að átta sig á mikilvægi sínu og ekki svona skilaboð. Þú mátt hringja þegar þú vilt, þú mátt koma þegar þú vilt. Það gengur ekki. Börn er alltaf að prófa okkur. Og það er nákvæmlega þetta sem að ég vil sjá, einhvers konar þverfælag, samstarf. Þar sem að foreldrum er gert ljóst mikilvægi þeirra, af því ég held líka að því að það er oft talað mæðrahlutverki og þessi svo, þú veist, að þær eigi allan réttinn og allt þetta og pabba kannski ekki þessi minna mikilvæga og þess vegna finnst þeim auðveldara að hverfa bara frá, að þau séu minna mikilvægir. Og að ég held að sko margir feður sem ekkert í sambandi börnin sem þetta er ekkert vondir menn, þetta er ekkert einhver skrimsli sem að þú sérð utan á þeim, skilur bara engan veginn. Og þannig að ef sko væri hægt að taka þess utan þetta fólk sem á það börn saman og leiða hans fyrir að veita þeim einhvern stuðning. Að hvort sem það er, þú veist, sálfræði stuðningur og svo sáttamiðlun og svo félagsráðgjafinn sem kemur inn með alls konar og því að veist, það vantar einhvern batteri sem að einstæðir foreldrar getur komið inn og fengið ráðleggingar, mér það er ekkert af ástæðulausu, það er svona batteri út í Noregi þar sem heldur utan um því fyrsta árið eða 2 árin, þar sem líklegast til þess að skilja það með barn, bara út af álagi, að þarna koma þau og halda utan um þau. Og veita þér svona ýmsa aðstoð og
ef foreldrar ákveða svo að leita í einhver áttina, þá það líka bara ráðlagt hvernig það best að gera og hvernig best að halda samskipti við barnið, því að það alltaf þarna í forgrunni, að barnið það alltaf vera þarna fremstu flokki, sko. Svo svo áhugavert, sko, að skoða að það er rannsóknir sýna að börnum einhverjum foreldrar líður kannski almennt ekkert illa, skilur. Þeir eru bara nokkuð örugg með ást mömmu og pappa og svona, þú veist, og við erum nokkuð bara búin að móta okkur kósí heim þar sem hlutin í lagi. Ég er ekki að tala það sem mikill vandamál eru. En svo kemur kannski nýr aðili inn og þá bara fer fókusin eitthvað annað hjá foreldrinu og það er svo margt sem gerist. Að börn upplifa sig einhvern veginn út undan þar og maður þarf einhvern veginn að styðja fólkið til að halda utan þessu börn sín. Þannig að ég er svo sammála henni, sko, við þurfum einhvern veginn, ég held að við þurfum að vera svolítið með nýsköpun í velferðarþjónustunni. Hún gengur ekki bara það, ég er ekki að tala gegn penningum, sko, alls ekki, það má nota þá alveg fullt. Ég er að segja hvernig, sko, nýsköpunin getur gengið út af það að styrkja bakland barna. Og ef að ég á pappa sem er ekki fungerandi, er einhver í kringum pappa sem gæti hjálpa til dæmis. Og þannig að það sé einhverju fleiri sem geta, ég sem bara barn getur leitað til, það er rosalega mikilvægt. Að þó þessi föðuramma eða föðursystir eða einhver sem hefur áhuga fyrir mér og ég veit hvað ég ger. Eins og í mínu tilfelli, það var það bara tvíburasystir pabba minns og systir hans sem voru alveg bara, sko, til staðar. Já, þó að hann væri ekki, en ég get alveg viðurkennt að það hefur alveg áhrif Það hefur alveg áhrif að vera svona að bíða eftir pappa sem ætla að koma og kemur ekki og það er alveg svona eitthvað sem að... Já. Maður sér þetta bara ljóma upp þegar þú verður að tala um þennan tvíburasystir pappa, skilur. Þú veist, þannig að við ferum á oddfélagsfundi og svona fundi og tengsl kvenna og við gerum alls eitthvað og okkur finnst alveg rosalega mikið að efla þetta tengslunni. En á sama tíma erum við ekki að hjálpa kannski börnunum okkar að byggja upp þeirra mikilvægasta tengslanir, þennan félagslega auð sem liggur, eða fjölskylduauðinn, það er ekki endilega fjármunir, heldur bara menningin og stuðningurinn og við erum ekki að hjálpa þeim að byggja upp þann hlut. Nei, og þetta tengist svo mikið inn á bara samskipti, ég frábært að þú getur verið í samskiptum við, föðursystina og það er bara margar fjölskyldur sem loka bara algjörlega á hina fjölskylduna. Þó að foreldrarnir geti kannski ekki verið í samskiptum, að þá ekki þar með sagt að það sé ekki heimur í kringum hitt foreldrar sem getur verið í samskiptum, skilurðu. Og er einhver að hjálpa þeim í samskiptum fyrir utan það, skilurðu. En svo er þetta líka ég ætla bara að segja, þetta sé bara mjög mikilvægt, sko. En svo er líka annað sem sýnir sig að börn, uppkomið börn, við erum að tala bara þeir sem að verða foreldrar og með lítil börn, skilur, þetta er viðkvæmur hópur sem þarf mikið stuðning og vantar stundum. Að ef að þau foreldrar, fráskilda foreldrar tveimur heimilum, þá finnst þeim yfirleitt erfiðara að leita til þeirra. Skilur, þannig að það hefur opnað einhver tengslin, það er ekki það þú getur það ekki, foreldrar myndi alveg vilja það, en þú leitar ekki. Það er sko, hvað gerir það verkum ég leiti ekki eftir þeim stuðningi sem ég get fengið? Já, þú er bara alltaf hringina, hringir í mig. Jú, við hringjum í fólki sem tengt. Og þess vegna er svo mikilvægt og endurgifting foreldrar gerir ofta verkum að það er minni stuðningur líka og fókusin fyrir eitthvað annað og svona. Þannig að mín hugmyndafræði væri hvernig við myndum búa, ég sé bara barnamálaráðherra er að gera marga góða hluti en sumir sleppt út og allt það. En ég held þetta væri meira bara svona almenn viðurkenning. Skilur, hefur þú heyrt í barninu mín í dag? Bara svona stutt skilaboð, skilur. Eða og líka ef ég er ekki tengslu við að ég get ekki leitað þér fyrir undir tengdamömmu að hún er svo reið út í mig eða eitthvað, skilur. Getum við gert þetta barnanna vegna, ekki okkar, skilur. Þannig að við getum bara útrýmt svona tölfræði eins og barnaverndarstofu eða stöðlum eða, þú veist. Við getum, auðvitað munu alltaf hópa fólk þurfa fjárhagslega aðstoð, það er bara þannig. Og bara allt í lagi með það, góðu lagi. En við þurfum hins vegar að byggja miklu sterkara tengsl í kringum börn. Ég held að þetta séu góð lokaorð, byggja sterkara tengslanir í kringum börn. Ég held að við getum rætt þetta bara, það eru margar hliðar sem við þurfum að taka fyrir. Er eitthvað fleira sem við viljum svona koma inn á eða við kannski bara tökum þessi málefni aftur fyrir hér í hinni Reykjavík
þetta alveg mál sem við þurfum að skoða frá mörgum hliðum. Já. Eins og komst inn á daginn, eins og þið hafið báðar komið hér inn á. Þannig að eitthvað svona lokum sem við þurfum að nefna sem við hefum ekki komið inn á. Ég held að þetta sé bara samtal sem þurfum að halda áfram, sko. Það er svo mikið í þessum, hvernig var það, foreldra- og fjölskyldumálum sem þarf að ræða og það er, af því það er líka svo miklar tilfinningar alltaf í gangi þarna á báða bóga og allstaðar að þetta verður svolítið viðkvæmt og það þarf að tala um þetta meira. Já, bara þeim lítið stelpa þarna aftur í smá stund þegar við fórum þarna trip down memory lane, svo ég sleppti aðeins hérna. En já, við bara höldum áfram með þessi mál og Má ég spyrja einu? Já. Hvað fannst þér hjálplegast þegar þú varst lítið barn og áttir heima á Íslandi og pabbi Björnsson? Hvað fannst þér svona skiptið þig mestu máli? Hvað var það sem ykkur gerði í kring? Sennilega bara, það var bróðir mömmu, frændi minn, mamma og marga bræður, en einn frændi minn, hann var rosa duglegur alltaf að fara með mig eitthvað svona út á snjóbretti og alltaf eitthvað, gera eitthvað með mér, sko. Og ég man að annar frændi minn, hann er 10 ára meldri en ég, hann sótti mig eins og skólan á hleypihjóli. Það var svo cool. Það var allir eitthvað svona götum og þannig ég held að það hafi verið svona að hafa fólk í kringum hann sem til að gera eitthvað skemmtilegt með manni. Mamma var mikið að vinna. Þannig að það var svona þetta, kíkja út, gera eitthvað skemmtilegt. Út að leika og hafa svona hress. Einmitt, og sko, þetta kostar bara viðhorf, skilur. Þetta er bara viðhorf. Þú skiptir máli. Þannig að við getum öll sagt eitthvað til. Takk fyrir. Þetta var mjög mikið í dag. Takk fyrir að vera með okkur.